komið sæl, það eru reynsluboltarnir hér á miðvikudagskvöldi. Hjá mér Þórunn Sigurðardóttir, hér bara menningafrömmuður, Vilhjálmur Egilsson, hagfræðingur og fyrrverandi alþingismaður og Oddný Harðardóttir sem hérna meðal annars fyrrverandi fjármálaráðherra. Við förum kannski peningamálin rétt eftir, það voru nú vaxta hérna okkur dagur í dag, en það menninganótt framöndan. Já. Kemur ekki eitthvað að henni? Ekki núna, ég hef nú gert það oft sko, Já. En ekki núna, nei. En það er svona, hún ber merki þess eitthvað, þeir atburðar hann í fyrra þegar að stelpan var stungið til bana. Já, maður sér það svona aðeins að skrúfa þetta niður, sem er ágætt, ég held að það sé bara fínt, hætta fyrr. Já. Það er mjög gott. Já, held ég. Maður vona bara að þetta gangi vel. Já, við vonum það. Það er nú góð spá, held ég. Já. Ef það verður svona fínt veður eins og í dag, þá það verður náttúrulega mjög fínt. En það vísu hætt við því að fólk verði lengi í bænum. En það er svona, þessi atburður í fyrra, sko, hans vegna flugvellar hætt fyrir. Fært klukkutíma. Já. Og þetta segir líka, þeir eru upp í Mosó, þeir eru líka svona til að vera ekki svona ykkur úlingadrykja eða minni líkur á því. En þá ætlum við aðeins í hagfræðina, sko. 7,5% vextir. Er það bara borðleggjandi? Átti þetta að vera svona? Já, eins og staðan er hjá okkur og þá held ég að sé ekki hana að gera. Sko. Nei. Og það hefur verið mikil vonbrigði hvað verðbólgan hefur verið þrálát. Já. Og maður botnar eiginlega ekkert í þessu, sko, hvað er í gangi. Því að ef maður horfir á launatekjurnar og launavísitöluna, þá sýnist mér að allt stefni það að hún muni hækka 8% á milli ára. Og ég sé ekki hvernig við eigum að geta verið með verðbólgu undir 4% ef við erum með svona svakalega launahækkanir. Nei. Og þannig er að mér sýnist að verðbólgan verði vantarlega 4,5 á milli ára eða eitthvað nálægt því. Og mér bara þakka fyrir það og hún er ekkert að lækka eins og væntingarnar voru, sko. Og ég held að það sé bara eitthvað í gangi í hagkerfinu sem að gerir það verkum að fyrirtækin eru og ríkið og allir að hækka launin svona mikið og svo fer þetta út í eyðslu og þegar allt er tekið saman og þá er bara verið að eyða of miklu og spara of lítið á Íslandi í dag. Já, það hefur nú komið fram í fréttum reyndar að fólk virðist vera að spara meira en það hefur gert áður. En samt ekki nóg. Nei. Því að eitt af það sem átt að skoða, er það þegar við með verðbólgu, svona, að þá er fólk alltaf að horfa á hvað er að hækka. En ef við myndum snúa þessu við og segja, af hverju er verð á peningum að lækka? Sem er svona hin hliðin á peningunum. Jú. Og þá er verðið á peningum að lækka vegna þess að sparnaðurinn er ekki nægur eða eyðslan og mikil að hvort ekki þetta. Og þetta er bara það sem gerist og meðan að þetta er ástand varir þá sé ekki að Seðlabankinn sé mikið að lækka vexti og svo sá ég nú í mokkanum í morgun að fjármálaráðherrann nú að horfast í augu við þetta og spáði það hvernig hann geti beitt ríkisfjármálunum til þess að styðja við þetta en það þarf eitthvað mikið að gerast til þess að auka við sparnaðinn í samfélaginu. En hefur ráðherrann mörg ráð, marga bremsur til að stíga á, er þetta ekki? Þetta snýst fyrst hvað ríkið er að eyða og hvað ríkið er að ná inn að tekjum og þetta þarf að stilla af og ef það er afgangur á ríkinu þá ertu að auka sparnaðinn og sama á við sveitarfélögin en ég held að þetta sé bara miklu vítakara og heimilin landinu sé ekki að spara nóg þú sé að spara sko. En nú eru til dæmis bæði Danir og Svíar með stýrivexti undir verðbólgunni. Já, það getur verið bara önnur aðstæða þar að þeir hafi nægan sparnað þeir þurfi meiri þenslu og þurfi ekki að bremsa niður eyðsluna að auka sparnaðinn eins og við. Oddný, hvað segir þetta? Já, ég held nú að flestir hafi búist við því að
að stýrivextirnir yrðu bara óbreyttir áfram. Það var svona búið, það var upptaktur að þeirri niðurstöðu komið fram. Og fjármálaráðherrann hefur boðað það að það verði í fjárlaga frumvarpinu einhverja aðhaldsaðgerðir, hvað sem að þær eru nú niðurskurður eða skattahækkanir, við höfum auðvitað eftir að sjá það. En það er samt viðbúið að við séum með hærri stýrivexti eða vexti yfirleitt hér á Íslandi á meðan að við erum með litlu krónuna. Hún bara er okkur dýr og það mun alltaf vera einhver munur, það vera alltaf vextinni vera einhver leiti hærri hér á meðan við erum með krónuna. En stýrivextinir hér er náttúrulega miklu hærri heldur en í hinum norrænu ríkjunum, sko. En ég hlustaði nú á Seðlabankastjórann í morgun og hann sagði að ýmislegt væri í gangi en samt væri sparnaður heimilina meiri heldur en áður en það væri bjartsýn í samfélaginu og einkaneyslan væri að aukast svo framvegis. Og batnar í vetur, sagði hann, batnar eftir áramótin. Já, svo segir hann. En það er nú oft tannig, sko. Svo er matið eitthvað annað. En auðvitað þurfum við sannarlega að vera á tánum og það skiptir auðvitað máli að ríkisfjármálin og Seðlabankastjórinn að þeir séu að stefna í sömu áttina en ekki toga móti hvort öðru eins og gerist nú hér fyrir hrun. Þannig það þarf að vanda sig í þessum aðstæðum. Ég fekk svona smá í magan þegar ég las fréttina fjármálaráðherrann, hann var að boða aðhaldsaðgerðir vegna þess að það voru heilmiklar aðhaldsaðgerðir í fjármálaáætluninu sem að lögða fram og ef það auka við það þá hef ég áhyggjur af því en auðvitað má vera að þarna sé hann ætla að fara einhverja aðra leiðir en í fjármálaáætluninu til dæmis var mikill niðurskurður svo ég tæki nú bara eitt viðkvæm málaflokk sem geðheilbrigði barna. Og þar var boðaður niðurskurður sem ég held að sé mjög misráðið og ég var að vona hann myndi snúa því tilbaka og ég vona enn að svo verði. Þannig að það skiptir auðvitað máli hvar niðurskurðurinn kemur niður en ef það á að vera eitthvað sem að bræðir af þá verður hann að fara inn í velferðarkerfin sem að eru mörg hver í vanda. Já, mjög svo. Það er að þekkja það og bara alla fjölskyldur það þurfa að leita til ykkur það leita til heilbrigðiskerfið það er Já. Svo er þetta nú svolítið misjafnt sko hvernig þú lítur á þetta vegna þess að ég var nú að lesa það sem viðskiptaráð setti saman og það sem þeir voru að veluna ríkisstjórnina fyrir eitt og annað og skamma fyrir annað og það versta sem hún hafði gert í ár það voru veiðigjöldin og óperan og ég hugsa með mér það er nú fínt að vera með óperuna við hliðin og veiðigjöldin því ég held að þetta sé nú bestu málin og þegar maður horfir til dæmis óperuna sem menn halda kannski að sé einhver rosalegu kostnaður þá gleyma með því að það er búið að kosta ópera á Íslandi í næstum heila öld Þjóðleikhúsið er 75 ára í ár við áttum ekki 5 þegar við opnaðum það hús og við gerðum það samt og nú halda menn sumir að ópera sé rosalega dýr en við erum búin að kosta óperu eins og ég segi frá því að Þjóðleikhúsið opnaði vinsælustu sýningarnar fyrstu árin í Þjóðleikhúsinu voru óperur og til dæmis 2004 þá var ríkið að setja hátt í 0,5 milljarð í óperusýningar á Íslandi. Svo þetta er ekki verið að bara búa til einhver ný útgjöld. Þannig að stundum er þetta svolítið villandi. Hvernig þetta er sett fram. Já. Ég bara vil koma þess að. Já, bara vendilega því það er náttúrulega búið að samþykkja þjóðaróperu. Já, það var samt eitt af síðustu málunum, rétt á undan veiðigjöldunum, það kláraðist. Og það er eftir mjög mikla vinnu. Ég hafði aldrei trúað því að það væri svona mikil vinna að koma frumvarpi gegn. Það vitið þið náttúrulega betur. Þvílíkur handleggur, sko. En það er líka mikilvægt, sko, að menn skilji, þú veist, hlutina. Og ég meina, við rekum hér stóran listaháskóla og þetta verður við að hafa verkefni hér á Íslandi fyrir okkar fólk. Eins og annað fólk. En hvar sjá menn fyrir sér aftur? Þjóðleikhúsið í því? Nei, hún verður, sko, hún er inn í stýrikerfi Þjóðleikhúsið, þar að segja
inn í þeirra efnahagsreikningi og notar svo öll þessi stóðkerfi sem þar eru. En síðan hún að mestuleyti í Hörpu en hún líka annar staðar. Og við erum fyrst og fremst að gera þetta hagkvæmt, þannig við erum að nýta allt sem við eigum. Við erum að nýta Þjóðleikhúsið, innviðina þar, Hörpu, það fína rými sem þar til þess að gera þetta einmitt hagkvæmt. Og maður veltir því fyrir sér, sko, ef við hefum bara sagt við ætlum að byggja óperuhús, kannski hefur fólki fundist það bara betra því að yfirleitt finnst fólki allt í lagi að kosta í steypu. En það eru innviðirnir sem að menn tíma ekki að borga. Já, þannig við vonum bara að vel fari. Já. En það verður að tala eitthvað svona 3 ára án óperu núna. Já, ekkert án óperu. Það er náttúrulega búin að vera alveg gríðarlega mikil óperustarfsemi. Það er bara ekki verið stóru sýningarnar. En grasrótin er búin að nýta þennan tíma mjög vel. Það er búin að vera mjög mikið af minni sýningum sem er virkilega fínn undirbúningur. Og þannig að þetta fyrir alltaf stað. Farið þið á óperur? Ekki lengi, sko. Nei. Jú, ég farið á og til á óperur. Ekki svona reglulega, en á og til. Já. Það er þá líkt á með okkur komið. Ég fór síðast á brúðkaup Fígarós í Þjóðleikhúsinu. Já, akkurat. Og mér fannst bara ekkert gaman. Þér fannst ekkert gaman? Þér fannst gaman? Nei, mér fannst gaman, já. Já, svona er það. Já. Ég finnst alltaf gaman þegar ég fer. Já, ég var hérna fyrir vonbrigðum og talaði við heimsöngvara sem að tók undir ýmislegt sem ég sagði. Kannski bara til að vera sammála mér, ég veit það ekki. Það er mikið, þetta er flókið og erfitt form. Það er ekki þetta að neita því. Og það þarf að gera almennilega. Ópera sem er ekki vel gerð, hún er frekar leiðileg. Eiginlega bara mjög. og þér að segja, sko, svo fór ég eins og líka á óperu sem hétt Flagar í framsókn. Já. Sem Kolfjall eða ekki? Ég er nú ekki vissum að ég er ekki alveg vissum hvaða sýning var það. Jú, var í Gamla bíó. Hún var í Gamla bíó, það er mjög langt síðan. Það er svona 15 ára. Nei, en almennt er mjög góð aðsókn á óperum hér. Já, ég veit það. Ég segi bara ég. Svona, já. Nei, þetta er ekki nógu gott fyrir mig. Nei, en við vorum helviti duglega við þetta hérna, fyrst þetta er Þjóðleikhúsið opnaður og nú þurfum við bara að taka aftur þráðinn. Ekki þar fyrir auðvitað búið að gera mjög mikið og íslenska óperur er búin að gera mjög mikið og allt það. Nú bara komin tími á næsta skref. Tónlistafólki. Við höfum jafnmarga heimsöngar á Kanada, sagði einhver mér. Jafnmarga sem eru að syngja alþjóðlega. Já. Það er ótrúlegt. Já. Herðu, en hérna úr þessu ágætti umræði yfir í þetta sem er að gerast í heimsmálunum og snýst mestur Donald Trump. Þetta er hérna 2 hrikaleg stríð, bæði í Úkraínu og svo í Palestínu. En Trump hann svona kemur sjálfur sér svona sem stóra, sterka manninum í þessu. Þú heldur það? Já, hann heldur það. Hann er búin að láta vita að friðarverðlaun Nóbels, hann lítur ekki minna á sig en það. Þetta er bara fyrir hans eigin hégóma. Ég veit það. Hann er alveg sama. Hvað segir Vili? Ég segi bara, við skulum bara spyrja leikslokum. Já, auðvitað. En svona hvort við höfum trú á gerendunum, sko, það er svona mál, sko. Ég sé, það er alltaf enginn að tala við Putin nema hann. Já. Og reyna að koma á einhverju samtali nema hann og þannig að ég bara vona hann að gangi eitthvað með þetta. Þetta finnst manni oft þegar maður horfir á hann að þetta sé svona þetta aldrei svona spila fingurum farm og hann sé svona eins og leikari í hlutverki sem hann er að semja sjálfur, sko. Já. En gott og vel, menna hann er þá allavega að berjast fyrir friði. Já. Og við skulum bara vona að hann takist það. Hann er að berjast fyrir friðarverðlaunum. Ég bara segi það ef að hann tækist að ná þarna friði eða koma þessi kring menn að þá hafa menn og fengið friðarverðlaun fyrir minna, sko. En mér finnst það ekki ræða á þeim forsendum, þetta bara er þetta stríð búið að vera allt og lengi og þetta hefur sannarlega verið árásar stríð frá Rússum að Úkraínu og svo eru bara ákveðna staðreyndir sem liggja á borðinu og spurninga á hvaða tímapunkti
menn telja bara sé betra fyrir alla að sé sami frið og því að friðurinn afar mikilvægur og rauninni það sem að gagnast báðum og svo þegar ég að horfa á þessar þjóðir bæði Rússa og Úkraínumenn þá sko Rússar hafa mesta landflæmi í öllum heiminum og maður spyr hvað hafa Rússar að gera við fleiri ferkilometra og svo bara horfum maður á sko fæðingatíðnina í Rússlandi og bara hvernig Rússum að fækka og þá segir maður líka sko Rússar þurfa ekkert fleiri ferkilometra þeir þurfa fleiri Rússa þeir eru fleira fólk og ekki láta drepa þau í stríði nei og segir bara sama með Úkraínumenn í rauninni sko Úkraínumenn eru á svipari vegferð og Úkraínumenn þurfa miklu meira á Úkraínumönnum og fólki að halda heldur en ferkilometrum. Það er það sem skiptir bara mestu máli og sem þú höggva mjög illa í nei, ég svo sem bara eins og Rússarnir hugsaði bara, hefur sagt ok, við skulum bara borga fólkinu sem að býr Úkraínum megin við landamærin bara góða summu fyrir að flytja yfir Þannig hvað skildir að ég geta fengið marga til þess að flytja og fyrir hvaða pening og hvað hefur eitt í það í staðins að eyða peningunum í stríðsrekstur allan tíma sko. Og drepa allt þetta fólk. Og drepa allt þetta fólk því að það er fyrst og fremst sko fólkið sem að þeir þurfa að halda en ekki ferkilometrarnir og þetta svona sko segir mann líka bara svo margt sem að gerast í okkar heimsluta að þegar að fæðingatíðnin að lækka svona mikið að þá erum við bara rauninni að dæma svo leik sko. og við getum bara tekið langa diskussjónu þetta en þetta er bara staðreynd sko. Svo er fólk á bestaldri sko, það er verið að drepa það í stríði og þá veikist alltaf sko aldursamsetningin með þjóðurinn. Já, þetta er bara svo rosalega dýrt sko. Og þannig að ég bara vona að koma friður og að þeir finni einhver önnur ráð til þess að spjara sig í framtíðinni heldur en að dæma svo leik með að bara fækka fólkinu sko. En það er sko það sem mér finnst vera jákvætt við það sem hefur gerst undanfarna daga bæði fundurinn í Alaska og eins fundurinn með Evrópuleiðtogunum að það er þá allavega verið að tala saman og það sem gerist þegar verslætur í stríði að þá fara allir og skella á eftir sig sko, og tala ekkert saman og ekki treyfist. En ég held að hafa nú ekkert margt gerst á þessum fundum annað en það að samskiptaleiðirnar eru þó opnar. En svo hafa sko stjórnmálaskýrendur bara hér innanlands og utan verið svona spá í hvernig er komið fram og að því það kom svo mikið margt út úr fundinum sem að við vitum ekki nákvæmlega hvað var talað. En menn hafa svona tekið eftir því að það var Pútín sem að byrjaði að tala á blaðamannafundinum, það var ekki Trump sem gestgjafinn sem að byrjaði að tala og að Pútín hafi talað 3 sinnum lengur heldur en Trump og svona og Pútín hafi svona gert svona strokið Trump eftir háralæginu svona, sagt, þetta stríð hefur nú aldrei orðið og þú hefur nú verið forseti og eitthvað svona hann kann alveg, hann veit alveg hvað Trump finnst gott hann sé svona sterkari maðurinn í þessu já, og hann hafi komið út sem sterki maðurinn sko. Og svo segir hann, já, endilega við skulum, ég vil gjarnan hitta Zelenski og hann býður honum að koma til Moskvu þá fannst mér svona merkjum að hann er ekkert að meina auðvitað segir Zelenski nei við því það er bara augljóst mál hann er drepinn, hann er bara skotinn sko. Þetta er kannski glugga, það er svolítið vinsælt þarna það er dett út glugga ég meina hann fyrir ekkert að fara þangað þú veist, það var náttúrulega að finna einhvern hlutlausan stað fyrir þá til að hittast þeir hittust ég man ekki hvort það var í 2019 var það ekki í Fraklandi og gera samkomulag og sem að Rússa brutu svo. Rússa segja við skulum, við ætlum að virða Úkraínu sem sjálfstætt ríki og móti þarf Úkraína að vera hlutlaust 3 árum seinna þeir farnir að ráðast þannig það er erfitt að treysta Pútín og
Og ég veit ekki hvort við getum treyst Trump heldur, sko. Nei. Hann getur einn daginn orðið bara hundlegir á þessu og snúið sér eitthvað öðru, sko. Svo hvernig hann búin að hafa sér innanlands eins og kalla þjóðvarliðið og taka yfir höfuborgina og er svo burstrækuð með það og þetta svona, hann spyr ekki alltaf leikslókum, sko. En sko maður velti því fyrir sig með Putin hvort það getur verið að hann sko losnar úr einhverjum álegum við það að komast af bæ sko og tala við fólk. Hvort að það getur verið að það losi eitthvað hann sko, að það komi eitthvað, maður veit það ekki. Það er ekki gott að segja. Já, þetta Ég held að hafi nú ekki sakað hann að komast í burtu sko. En bæði hann, Putin og Netanyahu, þeir eru stríðsglæpamenn eftir skilgreininguna að dæma og þeir eru að brjóta lög eða samkomulag sem að alþjóðasamfélagið hefur skrifað undir og það er súrt að horfa upp á það að þeir sem eru stórir og ríkir að þeir geti bara valtað yfir hinna og það er ekki hægt að samþykkja það. Þú veist, það verður, auðvitað get ég tekið undir það sem hér hefur sagt. Einn daginn vonum við bara að þau horfist í augu það er best fyrir alla og það er það sem allir þrá, allt venjulegt fólk, að lifa við öryggi og frið. En það er þetta niðurbrot á alþjóðasamþykktum sem við ættum sérstaklega að hafa áhyggjur af. Þú veist, við erum lítil. Það er þetta vaðið við okkur. Við treystum á þessar samþykktir. Og að það er haldi. En við horfum núna upp á það að það er algjörlega bregðast. Og það er, sko, þó að Evrópa hafi staðið með Úkraínu, þá hefur hún ekki staðið þannig að baki Palestínu, sem það er á sama meiði þeirra stríða bara miklu verra, sko. Það er hörmungar. Algjörðar hörmungar sem við erum að sjá frá Palestínu. Það er náttúrulega þjóðamorð, samkvæmt skilgreiningu, alveg hreint. Tært, sko. Ég veit það nú ekki, ég sé nú bara stysta liðin til friðar í Palestínu er að Hamas hætti hryðjuverkum sko, og leggja niður vopn. Þeir hafa nú ekki mikið verið að gera undanfarið. En ef við skoðum bara Hamas, þetta eru bara trúaði menn og þeir trúa því að ef þeir falli í svona stríði og þá séu þeir bara búin að hafa vegabréf til himnaríkis og bara ef þeir miðleika málum við það eða gefast upp eða eitthvað svoleiðis þá er náttúrulega bara búið að útiloka þá leið sko og það er náttúrulega bara þú veist spurning hvaða leiðbeiningar eru það hvernig á að berjast við svona menn sko. Og þú veist ef þú ert bara með fólk sem bara er með allt annan þangagang. En eru þeir ekki algjörlega sko, þeir eru ekkert að berjast núna? Hamas? Já. Jú, þeir eru að berjast núna og hafa að gera, þeir eru náttúrulega að hóa þetta stríð og stysta leiðina friði er bara að þeir hætti hryðjuverkum og leggja niður vopn og hvað getur þeir, ef þeir eru gert það bara strax, hvað er mikið sparast af mannslífum þá? Já, það er sko... En ég meina þú veist, segðu bara, að því að það er að tala þjóðamorð og svona, hvernig á að berjast við svona menn? Er einhver leiðbeiningar það? Berjast við hryðjuverkamenn? Við getum ekki bara drepið hvert sem sko. Já, en þeir koma, ráðast inn í Ísrael. Drepa 1000 manns og taka fanga og misþyrma þeim og ég bara kalla þetta því að Sameinuðu þjóðirnar og aðri sem er að kvarta undan framgangi Ísraelsmanna komum bara með leiðbeiningar hvernig á að díla við svona fólk. Þeir hafa nú gert það, þeir hafa satt í gangið og langt. Nei, þeir segja bara gangið og langt. Hvað eiga að ganga langt? Þeir eru ekki drepa börn sem eru að býja eftir mat, til dæmis. Þetta er náttúrulega, þetta ganga allt og langt. Eins og við sjáum ekki sjónvarpinu og þetta er hryllingur. Hann er náttúrulega snarvitlaus. En það er ekki sýnt í sjónvarpinu hryllingurinn sem að Hamas framdi á sínum tíma. Nei, það kannski, það var í sko leini aðgerð. Já, og það er þannig
að Hamas hefur bara alveg sko frítt spil og þennan aðgang og ekki segja bara, akkur hætta þeir ekki? Akkur bara, ég held að tala hérna Ísraelsmennina, en akkur ekki tala Hamas, að Hamas hætti hryðverkum og leggja niður vopn og kalli fram frið. Við erum ekki takk hanskan fyrir Hamas, hún átti ekki miskila það. Já, en ég segi bara, ég bara segi, en komdu þá bara með leiðbeiningarnar. Þeir eru með neðanjarðagöng sem þeir hafa byggt, grafið hérna út allt. Þeir verjast sko með því að fara sjálfur onni í neðanjarðagöngin og stilla fólkinu upp fyrir ofan til að verða fyrir sprengjónum. En það hinvegin í Ísrael sko, að þá fer fólkinu inn í neðanjarðagöngin. Já, ég held bara að sko nútíma herna væri þannig að það þyrfti ekki að stráfella sko og mikinn fjölda venjulegs fólks. Komdu bara með leiðbeiningarnar. Já, ég segi bara, komdu bara með leiðbeiningarnar. Hvernig á að eiga við þetta? En þeir segja nú bara Ísraelsmenn að þeir ætli að útrýma þessari þjóð. Og þeir segja það. Þeir, þú veist, horfa í myndavélarnar og bara segja þetta er það sem við erum að gera. En hvað sér, ef þú horfir í bara, hérna, ef þú setur bara Hamasliða og þá ætlar hann að útrýma Ísrael. En hann gerir það. Það segir, út að gengur baráttan að Hamas vill ekki viðurkenna tilvist Ísraelsríkis og það bara verið í þeirra stefnuskrá allt frá upphafi að þeir vilja það ekki. Hvað eru þetta? Og svo fara og beita og þeir telja bara þú veist að öll meðöl sem að þeir hafa sem þeir geta notað séu bara heilög fyrir þá og þeir geti notað þau og annað að þegar þessi börn deyja og það er verið að tala við þá það það hefur verið að drepa börnin ykkar. Það segir, þetta eru píslavottar. Börnin okkar eru píslavottar. Og þetta er bara Guði þóknarlegt að sé verið að fórna þessum börnum fyrir málstæðin, sko. Já, Hamas sem er með þá, sko. Já. Bara, þú getur bara aftur og aftur á svona talsmenn segja þetta, sko. En sko... En þetta er ógeðfellt. Þú verður bara að setja þig í spór þessa fólks sem að er trúað og það trúir þessu raunverulega. Sko ég sé bara fyrir mig sem áhorfanda þessu, þá er þetta bara ömurlegt. Jú, en bara komdu bara... Stríðið er bara ömurlegt og það þarf að stoppa það og það þarf að finna leiði til þess og þar eru engar rásir opnar. Það er svo mikið hattur og það er svo djúbstætt, báðum megin frá að þess vegna er svo erfitt að finna sáttaleiðina en það er ekki hægt fyrir okkur að horfa upp á þetta allt sem að gerast og sitja þegjandi hjá, það er bara ekki hægt. En núna er mjög mikið af fólki í Ísrael að andmæla þessu. Jú, ég meina Ísrael líða þess ekki og það bara munun á Ísrael og Gaza eða Hamas er svo að fólki er heimilt að mótmæla í Ísrael. En ef einhver leifist, en það er ekki heimilt á Gaza að mótmæla Hamas. Já, það var nú fangelsa ansi margt í þessum mótmælum í gær. Já, þú veist, en ekki 500.000 mann, sko. Nei. Og en mótmælir sem hafa verið á Gaza gegn Hamas hafa verið barinn niður af fullri hörku, sko. Og en ég sé bara, komið bara með leiðbeiningarnar, væri með tilbúin til þess að gefa Ísrael, sko, svona vernd eins og verið að tala varandi Úkraínu núna, öryggisvernd, já. Er ekki svo mikil tortryggni á milli að það langt í það að menn sættist á eitthvað svoleiðis? Jú, en það skynjar það út af þessu. En svo er að tala um stríðin og leikreglur í stríðum og þjóðarmorð og þetta allt saman. Sko, ef maður skoða mannkynssöguna þá er þetta bara mjög nýtt fyrirbæri. Bara lesi bara sögu og þessi stríð og allt það. Bara, við getum ekki að fara aftur en til seinni heimsstyrjaldarinnar. Það er bara ekki fyrir en eftir hana sem að maður setjast niður og fara að gera svona þessar samþykktir. En jafnvel í henni, það var nú heldur betur mannfall og hörmungar alveg skelfilegt og þótti ekki tiltökum mála að
að ráðast á óbreytta borgara, sko. Nei, og þess vegna var nefnilega hugsað eftir seinni heimsstyrjöldina aldrei aftur og þess vegna settust menn niður til að búa til þetta samkomulag og byggja upp starfsemi kringum Sameinuðu þjóðirnar sem Trump vill nú berja niður og vill ekki styrkja og vill ekki halda þessu áfram. Það er því að Trump svo mikið í sviðsljósunum. Það verið fróðlegt að fylgjast með því hvernig fer í kosningunum sko í nóvember á næsta ári til fulltrúadeildarinnar. Já. Hvort að hann sem sé heldur meirhlutanum í fulltrúadeildinni eða hvort að demokratinir ná meirhluta, sko. Já, það verður svona það verður svona, segi ég svona aldrei ráðandi fyrir þessa forsetatíð hans. Því að ef demokratinir ná meirhluta þá getur hann ekkert stjórnaðurinni á þess að vera í góðum samskiptum við þá. Sko. Hann stjórnar svolítið með tilskipunum, það var ekki bara 210 bara fyrsta daginn. Hann lærið þetta á Obama, sko. Já. Obama var með sko republikana á móti sér í þinginu, sko, og hann var alveg útspóinn í að setja alls konar reglugerðir eins og þetta heitir okkar máli. Já. Já, ég tek undir það að það verður spennandi að sjá þessa kosningar. Mér finnst skrítið ef að bandarísku þjóðin eða meirihluti hennar allar halda áfram að styðja Trump og republikana. Trump fyrir bara á fullu kanni gegn háskólum, gegn fjölmiðlum, gegn dómskerfinu og nefndi það, sko. Jú, en ég verði bara að rifja upp núna að núna eru sko flest svona, þú veist, ég ekki Trump sinni, sko. Ég svona meira Reagan og svona var látið út í Reagan þegar Reagan var kosinn 1980 og það var bara Reagan var bara álitinn, sko, svona næstu í vangifin, sko, leikari í B-myndum Herðu, en svo komu kosningarna 1984 og þá vann Reagan, sko, öll fylki Bandaríkjana nema eitt, heimaríki Walter Mondale, Minnesota. Herðu, hvað var sagt Reagan þá? Hann var svo gamall. Hann bara elliðar, sko, og svo núna bara öllum saman, eða flestum saman það, Reagan var bara góð forseti, sko. En hvað var hann gamall kosin sinna sinni? Hann var áttræðisaldri, sko. Hann var yngri en Trump, sko. En hann var áttræðisaldri en svo fekk hann, sko, svona greinir á það hvort hann hefði verið byrjar á Alzheimer, sko, þegar hann hætti, sko. Var það ekki hann sem sagði þegar hann var að lenda ykkur staðar og hann var í Alabama og hann sagði, já, það er fallegt í Michigan, já, þú ert ekki þar, þú ert í Alabama. Maður getur ekki fylgst með öllu. Stórir og sterkir geta hagað sér þannig, sko. Nei, það er áhugaverð sérstaklega þegar við talum, sko, innflytjendamálin og Trump, sko. Ég stundu verið að hlusta á, sko, maður getur hlusta á svona ræður Reagan, sko, aftur og aftur, sko. Síðasta ræðan sem að flutti í Hvítahúsinu, sem sé áðan hætti, þetta er svona 5 mínútna ræða, bara til hlusta hana. Það sem var að tala innflytjendur, sko. Hvernig Bandaríkjum væri, sko, þjóð innflytjendur og fólk sem hefði komið til Bandaríkjana til þess að sækjast eftir þessi frelsi sem að þar og byggja þessi upp og þetta allt saman. Og hvernig þetta hefði gert, sko, Bandaríkin sterk, sko. Og hvernig Bandaríkjum lifðu á þessu, sko. En nú er þessu svo kemur Trump og þá eru innflytjendur, sko, mikið vandamál og þeir voru það reyndar á tíma Reagan en svo er svo skemmtilegt, sko, að innflytjendur hafa alltaf verið vandamál í Bandaríkjunum og jafnvel í þegar Abraham Lincoln var í pólitík þá voru, sko, tvö stórmál í bandarískum stjórnmálum, það var þrælahaldið og svo var það innflutningur Þjóðverja og það voru alveg óskaplega deilur innflutning Þjóðverja. En nú er þetta svo slæmt, tortryggnin er svo mikil að það er ekki hægt lengur að senda pakka til Bandaríkjana.
Já, þetta... Norrænu þjóðirnir eru allar að stoppa póstflutningin. Já, hann hefur farið fram úr fyrir þessum málum. Þetta tollarugl. Hvað er þetta kostið? Ég er algjörlega sammála með tollana, sko. Og þetta er svona öflugi gaurar, sko. Þeir taka svona stundum það sé fyrir hendur að fara í svona ákveði stríð við efnahagslögmálin, sko. Já, nákvæmlega. Og halda það að sé þetta að gera eitthvað svona eins og Trump með tollana, sko. Og bara þessi einhverja aðrir sem borga, einhverju bara aðrir sem borga, sko, einhverju aðrir sem borga. En svo er það náttúrulega ekki þannig, því að afleiðingarnir eru þær að þessi tollar eru náttúrulega bara bornir af bandarískum viðskiptavinum, þessari erlendu aðila, sko, sem að selja vörur og hækka bara vöruverðið, sko, og það verður afleiðingarna. Svo var eitthvað komment hjá hann, sko, með Walmart, sko, að Walmart ætti bara að taka þetta á sig. Nei, þetta er þetta, og hitt er þetta með, sko, innflytjum þetta, að sko, það er bara lítið atvinnuleysi í Bandaríkjunum og það vantar vinnu og leið og eitthvað fyrir að kreppa að, þá bara fara þeir að væla, sko, hans stuðningsmenn. Að þetta gangi ekki upp og þeir fá ekki að fá fólk í vinnu og svona, þannig að þá rekst hann á veggi, sko. En svo er þetta, held ég sé líka, sko, verið að gera miklu meira úr þessu einhvern veginn, sko, heldur en að kannski tölurnar, svona maður skynjar þetta, sko. Og þegar við erum að tala sko, þessi búið að taka, sko, æs hafi náð 40.000 manns, sko. Hann teki 40.000 manns. Það er eins og 4 á Íslandi. Ég skiljið, það er svo margar hliðar á þessu svona, en að maður er að spája hvort þetta sé svona 90% sjó, sko. En það sem hefur kannski... Það er ekki nýjan, sko, það er það sem er svo erfið. Já, en það sem hefur kannski... Komum aðeins heim, það er svo mikið sem er spennandi málum hérna, er ekki. Ríkisstjórnin er svona berskjaldæri núna, bara auðvitað vaxtahækkun ákvörðunni, og þá kemur fjármálaráðherrann og segir að við verðum eitthvað að gera, við verðum annarkvort að skera niður eða hækka skatta. Hann er búin að vera svolítið í skjóli, ríkisstjórnin. Ég einhvern veginn hefði á tilfinninguna að segja svona núna komið til að blása meir stjórnina. Ekki vissum það. Ég veit það ekki. Ég held að skipti máli hvernig þetta fjárlagafrumvarp lítur út. Já. Ég held að það skipti mjög miklu máli upp á stuðningi við ríkisstjórnina. Ég held líka að umhverfismálin geti orðið þeim erfið, ekki inn í Alþingishúsinu, heldur fyrir utan Alþingishúsinu. Því þar eru hlutir að gera sem ekki eru nú allir ánægðir með, sko. Þannig að það... Er þetta hugsa laxinn eða raforkuna? Já, bæði, sko, það er nú eitt, opnu sjókveiða eldinn og það sem þar er að gera og afleiðingarnar af því sem við vitum hverjar verða ef að haldið svona áfram, að við bara horft upp á það í öðru löndum. Svo koma bara norrmennir, sko, norsku kafaratnir og segja bara þið eru með allt niður ykkur. Langt á eftir í öllu. Þá förum við nú að hlusta, sko, norskir kafarar taka sér búningin og fara að tala. En það var náttúrulega búið að vara við þessu öllu saman, sko. En svo er það líka umhverfisráðherrann ákveður að koma með tillögu áður en að rammaáætlun fer inn í þingið að taka Héraðsvötnin og Þjórsárverin úr verndarflokki og setja í biðflokk. Og það hefur auðvitað verið kallað eftir því að þegar að sagt er, og það hefur svona verið sagt aftur og aftur, að það sé svo mikið eftirspurnandur orku og við hefum ekki nægilega orku og við þurfum að mæta þessar eftirspurn. En það hefur enginn sagt, í hvað ætlum við að nota þessu orku? Í hvað á hún að fara? Hver er stefnan? Er bara nóg að biðja orkuna og það sé bara, og margir sem að biðja orku og þá sé bara
þú veist, orkuskortur yfirvofandi, eða þú veist, hvað er þetta? Ég hlakka til að fá að heyra það. Hver er stefna hjá ríkisstjórninni? Hún hlýtar, varðandi orkunýtingu, hún hlýtar að vera samtvinnuð atvinnustefninu sem á að setja fram, sem ég er ánægð með að eigi að fara í þá vinnu, en ég vona að þetta hangi saman og okkur verður sagt, þú veist, ef við ætlum að fórna, þú veist, þessum náttúruperlum, votlendi, fuglalífi og guð maður veit að hverju fyrir orkunýtingu, þá þurfum við að vita í hvað á hún að fara. Hvað er þetta? Akkurat. Svo er gaman að sjá hvað verður allar vindmyllurnar. Það er nú eitt, sko, það er á líka að byrja að taka skref. Já, hann vil taka skref. Það er hræðilegt. Já, maður heyrir ekki annað en að það er eigi að taka skref áður en að frumvörp og lagaumgjörð er tilbúin. Það er svona vinnulagi hjá okkur. Við fórum þannig á stað með fiskaldið og það og gera það líka með vindmyllunar. Þú veist, það þarf að vera gríðarlegt aðhald fyrir utan Alþingishúsið í þessu málum vegna þess að það er það ekki inn í húsinu. Nei, svo útrúlega sem það nú er, sko, að það sé ekki einhver harður náttúru sinni á þingi. Það er bara ekki nóg að segja 1 eða 2, sko. Nei. Það þarf að vera fórustan sem það er náttúrulega með þetta eins og með Evrópusambandi og svo mörg mál að það er svo gott að hafa einhverja andstöðu. Það er svo gott að hafa, sko, andstöðu, jafnvel þó verð ekki ofan á, að þá er það svo mikið aðhald sem er fólkið í því. Já. Það setur meiri press á þá sem vilja. Já, það bara verður meiri umræða og menn vanda sér betur og það verður meiri pressa líka alþjóðlega. Ég held að sé bara, við þurfum þess að svakalega miklu breytt í pólitíkina til þess að fá allar raddir fram. Já, Vilhjálmur, alltaf blandar í þessa góðu umræði okkur? Jú, ég held að það verði bara erfitt fyrir ríkisstjórnin að koma saman fjárlögum og líka bara í þessu ástandi þar sem að það er nauðsynlegt að grípa fast inni til þess að ná verðbólgunni niður og bara minnka eyðsluna í samfélaginu og ég held nú reyndar að ríkisstjórnin eigi nú að þakka bara fyrir allt þetta málþóf, sko, sem var í vor því þá tókst ekki að afgreiða fullt af þessum útgjaldamálum sem að voru komin á götuna, sko, og þetta var að horfa á þau í nýju ljósi og ég held að það verður nú bara niðurstaðan að slatta þeim hverfi, sko, og hvaða mál, eins og hvaða mál? Eins og til dæmis að hækkun örorku? Já, bara örorkubæturnar, sko, það sé þegar gefur mánuður þar sem launavísitalan hækkar meir en framfærsluvísitalan, þá eigi að hækka eftir launavísitalunni, svo kemur næsti mánuður þar sem framfærsluvísitalan hækkar meir en launavísitalan, þá hækkar eftir framfærsluvísitalunni, sko. Þannig að það er búin til svona spírall alveg sitt á hvað, sko, og þannig að þetta er sko svona eitt mál til dæmis. Hvað segir Inga Sæland þá? Hvað segir hún? Hún náttúrulega þarf að vinna gegn verðbólgunni eins og allir aðrir, sko. En vonandi en ég sé bara það er fullt af svona málum sem bara voru þarna inni og þarf að taka miklu harðari aðstöðu til, sko, og ég held að það sé alls konar svona hlutir sem að bara kom ekkert þá fram, sko, þannig að stjórnin bara fari í þetta allt saman og endurskoði allt saman bara hvað er hægt að auka útgjöldin. Bara í land? Með svona þessa aukningu á útgjöldum sem var búið að boða og gott og vel allt í lagi bara að gera alls konar hluti og peningin, sko, en þegar hann er ekkert í stað þá þarf að líta til allra þáttar, sko. Og þú ætlar að segja eitthvað? Já, ef að það verður þannig að það eigi bara að skera niður í þessu ástandi, þá verður fólki í landinu sem að þarf á þjónustu ríkisins að halda, sem þarf að bera þær byrðar. Og það eru þeir sem þau sem vestur stödd. Og það er ekki ásættanlegt. Og ég bind vonu við það að þessi ríkisstjórn sem ég nú styð,
að hún finni aðra leiðir í þessu ástandi. Að það ekki bara aðhaldið, þarf ekki bara verið niðurskurði. Það getur líka verið tekjuöflun og að finni leiðir til þess að fara einhverja blandaða leið sem að ver þá sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda og þeir sem að þurfa að treysta til dæmis að því að Vilhjálmur nefnir hér almannatryggingar. Þeir sem að þurfa að treysta á greiðslur tryggingastofnunar, okkar fátækasta fólk, að það er ekki það sem að verður fyrir vonbrigðum þegar að nýtt frumvarp kemur fram. Algjörlega. Þetta skýrist nú í haust allt saman, en sko, það svona goslíkur í Ljósufjöllum eða sunna við þau og núna Hekla í gosam líka. Þetta mikið fjör undir yfirborðinu. Já. Ég maður bara vonar að þetta verið allt saman túristakos, sko. Já, bara lítil og nett. Já, auðvitað vonum við það. En svo Við búum á Íslandi, sko. Já, en svo þetta leikskólamál, krakkar. Þetta Það er bara ömurlegt mál. Já. Og ég held að fólk sé nú bara að reyna að taka þessu svona einskynsamlega hægt sko. Það finnst mér nú líka Já, Sólveig Anna sem náttúrulega vann mjög lengi á leikskóla og ég spyr sig, hvers vegna starfsfólk leikskóla undir sérstöku eftirliti? Hvað þarf að gerast til að starfsmaður fari undir eftirlit? Já. Maður sá þessar fréttir, hún var að hjóla í borgarstjóran með þetta, fannst hún ekki, ég meina, það er alltaf að kenna auðvitað að þú veist að það sé fólk sé of illa launað og það sé ekki nógu mikið að hæfu starfsfólki, en ég lítum bara á þetta sem einstakt dæmi sem er sorglegt og dapurlegt og ég held að það sé ekki þetta að kenna einhverjum öðrum En eins og náttúrulega bara á öllum vinnustöðum þá þarf að vera stjórnun og þú getur náttúrulega alltaf að tala sko, að stjórnun sé eftirlit en bara stjórnun er bara það, þú þarft að stjórnandi, þú ert náttúrulega bara sjá til þess að starfsemin bara virki og fólki sem er að vinna sé bara vinna sína allt það. Mér fannst Heiða Björg svaraði svo ágætlega, hún sagði bara ungt fólk sem er að byrja í svona störfum, það er fylgst með því, það er bara gert. Jú, en svo er þetta líka náttúrulega bara eins og bara stjórna stílinn sko og aðferðin að þá svona gamla aðferðin að það sem að kalla command and control skilur en svo núna talaðum breyta það sem kalla þjónandi fórusta coaching and support sko þú veist að það þarf alltaf að vera með nýtt fólk og svona fólk og það þarf alltaf að vera að styðja við fólki og að kenna því og svona það er ekki að tala neitt heraga sko. En ef kemur ykkur unur eitthvað þá er það útrúlega stórt mál ef að greipi inn í eitthvað að tilefnislausu þannig að fólki kannski eitthvað vorkun. Jú, en svo bara verða mála sko, þú veist, málin minka eftir því sem að menn taka fyrr á því og fylgjast betur með og er að grípa inn í ef eitthvað er að fara úrskeiðis. Það er svona skipta ferlarnir svo miklu máli og borgarstjóri nefndi það einmitt líka að það bara gefið tilefni til að fara yfir ferlana. En þetta er mjög þetta er vont mál sko. Svoleiðis mál kom alltaf upp á og til, erfið mál. Herðu, en sko, nú er klukkan orðið svolítið margt og ég held að við erum bara að segja samræðum okkar á lokið í kvöld. Oddný, Vilhjálmur og Þórunn, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og ykkar ágættu áhorfendur hlustendur, ykkur býður nýtt efni hér eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.